Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Í þessum þætti ætlum við að fara við sögu íþróttamann sem að nýtti sína íþrótt til þess að komast í háskólanám. Hingað til mín setti komið með Gunnar Eyjólfsson, sjöþrautakappa. Velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir það. Ef við fyrir bara til að byrja með yfir, sjöþrautina, hvaða greinar þetta? Þrautin skiptist í tvo hluta. Það er tuggþraut utanhús og sjöþraut innanhús. En það er alltaf sama röð á þessum greinum. Innanhús er þetta 60 metrar, langstökk, kúluvarp og hástökk á fyrir deginum og svo seinni deginum er grindalaup, stangustökk og 1000 metrar og svo utanhús þá bætast við 400 metrar og spjókast og kringlukast. Ef við fyrir með þína leið inn í þetta sport, hvar byrjarðu? Byrjarðu í fótbolta og körfubolta eða byrjarðu í frjálsum? Eða? Já, ég byrjaði í frjálsum og fótbolta og svo hætti ég í fótbolta, ég var 13 ára eitthvað svona og tók alltaf, ég var alltaf í tveim greinum tók alltaf eina með, þannig að frjálsar og fyrst var fótbolti, svo tók ég eitt tímabil í handbolta og svo tók ég skák og svo tók ég sundan einhvers staðar á milli og það var alltaf í frjálsum á meðan og svona það sem ég kunni best í fótbolta var að hlaupa þannig að ég nýtti það bara og hélt áfram en svo ef við talar að komast inn í þrautina þá gæti ég ekki valið með eina grein það var svo gaman að keppa í öllu og ég var með svo mikið valkvíða að velja með eitthvað eitt þannig að ég hugsa bara, ég tek þetta bara allt og vinn með það. En það val verður náttúrulega til þess að þú þarft að æfa því í rosalega mörgu en ert kannski ekki sérhæfði í bara hlaupinu sem slíku þannig að þetta fjölbreyttari æfingar. Já, 100% og það sem ég fannst líka skemmtilegt við þetta, ef þú fær leið á einni grein, þá ferðu bara næstu. Þú getur ekki fengið leið á þessu, þetta er svo mikið og þú gerir svo margt og svo margt hægt að bæta og ég er nú ekki hár í loftinu, það sem að myndi hjálpa mér kannski í öðrum greinum, ef ég myndi velja með einhverja eina grein. Þannig að það er svona meiri líkur að ná betri árangri í þraut og Íslendingar hafa nú átt fína þrautagap í gegnum tíðina og það var nú gaman að reyna að fylgja þeim eitthvað. Svo veltum við fyrir sér ef ég til dæmis bara langstökkari og ég er að stökkva og ég þarf að bæta rosa mikið til þess að kannski ná bætingu mínu besta. Já. Þú getur aftur á móti sett meiri kraft í einhver ákveðna grein, þannig að ég náði bætingu í langstökkinu þarna, svo sitt ég kraft í þetta, þannig að þú ert alltaf að ná kannski fleiri bætingum heldur en þú væri bara einbliðina á eina grein. Já, 100% og svo minnst það svolítið skemmtilegt við þetta að ef þú kannski bætið í fyrstu grein á daginum, þá færðu svo gott flæði inn í næstu grein og þú ert í svo góðu skapi og þú ert svo til í allt að næstu grein bæting og heldur áfram en svo aftur á móti ef það gengur illa einni grein þá máttu ekki láta það festast í þér og þá ferðu bara næstu, núllstillig gengur vel. Akkurat. Vonandi. Akkurat. Þannig að En hvenær ákveður þú bara nú ætla ég bara að leggja áherslu á frjálsar? Líklegast bara því ég fór í menntaskóla þá er ég 17 ára og já, það er svolítið bara sem ég hugsaði bara, ég er orðinn 17 ára, ég þarf að fara að gera eitthvað og kýlum bara á það, En einmitt á þessum aldri, þegar menn eru að fara yfir í framhaldsskólann, þetta er líka aldurinn það sem að margir eru að hætta í íþróttum. Það sem að þú gerir, þú heldur áfram í íþróttinni og það veitir þið síðan þennan stökkpall til þess að fara og taka þetta og fara í nám samhliða úti. Já, klálega, það sem að ég myndi það sem er svona munurinn á að hætta og ekki hætta það er rauninni bara hvar áhuginn liggur það er ekki þetta að neyða einhvern til að hafa áhuga á íþróttinni sinni en það verður bara hver einstaklega að finna það hjá sér en ég er svo heppinn að hafa svo góða umgjörð í kringum mig og ég á svo ótrúlega margir góða vini í frjálsrættigeiranum og við einhvern veginn förum bara í gegnum þetta saman frjálsar er ekkert risastórt á Íslandi þannig að þú þekkir svona flesta og já, svo líka, svo persónulega sem að heillaði mig við frjálsar að það er svo augljóst hvað mikla vinnu þú hefur lagt inn fyrir tímabilið og þegar þú kemur inn í tímabilið og tekur út, ég veit ég lagði inn vinnu fyrir þessu en þú getur ekki mætt á mót og er ekki búin að æfa í 2 mánuði og sagt ég ætla að bæta mig þannig að það er svona eins og ég fekk áhuga, myndi ég segja og vona fleiri fái bara líka En þá er það dagskráin þín, hún hlýtur að miða út frá þessu rosalega mikið, allur svefn, hvíld, næring, æfingar, þú hlýtur að vera með dálítið gott plan yfir þetta allt saman. Ég mætti alveg með betra plan ef ég var að reyskilni, en jú, maður hugsa auðvitað hvað maður borðar og reyna að ná sér mestum svefn á hverju nóttu.
þó að það, það getur alveg klika, en eins og núna í vetur þá var maður bara með rosalega góða rútínu og með finnir bara umgjörðinni kringum frjálsar úti. Það bara svo rosalega mikið, það allir hana til þess að leggja sig 100% fram og ef þú ert í þannig umhverfi þá hugsaðu þinn eigin garð, bara ok, herri, þessi að gera svona og þið ræðið bara þín á milli, hei, hvað ert þú að borða? Ok, ég ætla að prófa þetta líka bara. Hvað ert þú að sofa mikið? Ég ætla að prófa að sofa svona mikið líka. Og það einhvern veginn vindur bara upp á sig og árunni veist að verður bara komið með 9 tíma svefn og 5 góða máltíðir á dag og 2 æfingar, sem að bara uppskrita góða morgur, Þetta ekki flókið, En maður hefur séð í þessu umhverfi eftir að þú ferð út að þá ertu að ná miklum bætingum þannig að þetta umhverfi að henda þér mjög vel. Já, 100% og ég veit ekki, mér funkar það bara mjög vel fannst mér í þessu umhverfi og ég fór einn út og það var skrítið fyrst en leið komum bara með kjarnahóp, bara góðan vinahóp og í rútunum mitt þá ekkert sem getur klikkað Þú talar góðan vinahóp, þú þarft að taka ákveðna ákvörðun þannig þegar að þú klárar menntaskóla, ég að fara suður með vinum mínum úr menntaskóla eða ég að fara út? Já, ég tók svona 1 ár í það, aðlögunár, ég flutti nú 1 suður til að vinna bara, þannig ég var svona hélt smá í þá, en svo eftir 1 ár var ég að vinna á lager og hafa áttaði mót því að ég get nú sleppt takunni í smá, ég hitti það aftur sumarið og ég sé ekki til því Það er líka þetta eignast nýja vini, eins frábæru þeir eru nú samt að bara bæti í hópinn. Já, en ég líka svona huggaði mig það að þessi vinir mín sé á hana heima þeir mun alltaf vera með mér, Þannig að ég mun þekkja þau, ég mun vondi það sem eftir en svo þegar ég komin út, þá eignast ég fleiri vini, sem alltaf bara mjög gaman, en svo sem annað skemmtilegt við að vera svona þrautamaður, strákur. Já, ég ætla að vona að segja, strákur en þá. En ég æfi með svo mörgum mismunandi hópum, ég æfi með sprelliborunum, ég æfi með langstökkurunum, ég æfi með stangustökkurum, ég æfi með kösturum og það einhvern veginn allir svo góði vinir mann Þú festist ekki bara í einu horni bara með einhverjum nokkrum svo sem ekkert að því líka en ég myndi alveg segja ég verið ágætis félagsverðara og ég þrífst svolítið á öðrum og eins og á mótum þá þekki ég alla í liðinu og allir að hvetja mann áfram og það náttúrulega þvílíkt bara pepp og það bara geggjað Þú myndi sýna mér svolítið skemmtilegt vídeó þegar þú varst að fara í að ná Það er allir góður í bætingu í stangastökkinu hvað þetta skiptir miklu máli umgjörðin, félagskapurinn liðið þarna úti og maður veltir fyrir sér, þú kannski ekki endilega stokkið þetta ef þú að gera þetta einn einhver staðar eða ekki með liðið á bakvið Nei, það er náttúrulega erfitt að segja til það en ég vil treysta á það að bæða æfingar og góð liðseldan úti hafi hjálpað mér að skila þessu en og mér finnst það alveg jafn mikilvægt og æfingaparturinn að vera með góða æfingafélag, góða þjálfara sem að látaði líða eins og sérst heima þau og þeim tókst það rosalega vel þegar ég kem Íslendingur og til Kanada og í rauninni veit ekkert hvað að gera og þau í rauninni bara taka það inn og ég er bara alltaf mjög þakklátur fyrir það og já, ég veit ekki alveg hvað ég geti sagt, þetta var bara geggjað Þú velur Kanada en ert samt með bandaríska ríkisborgararétt Það var smá púsluspil en eins og ég segi árangurinn minn árinni fór út hann var bara svona lala, bara fín, solid og þannig ég var ekki að komast inn í toppskóla í Bandaríkjunum en Kanadamenn eru aðeins opnari og þessi skóli heyrði mér og við smöldum svona vel saman það sem ég var skemmtilegast við þennan skóla þeir myndi alveg challengea skóla í Bandaríkjunum það eiginlega þeir eru fáránlega góðir og hafa núna orðið 3 sinnum landsmeistarar í röð með alveg tvöföldu stigamun eða eitthvað og orðið 40 sinnum landsmeistarar í gegnum síðustu 60 ára eða eitthvað eiginlega svolítið bara svona dominerandi ef ég má sletta þeim þannig að ég hefði ekki viljað farið í neitt annar skóla í Kanada þeir eru aðeins verri en já, þetta er bara svo mikið gæði sem að maður kemst í og maður bara verið húgt á gæðunum það er svolítið skemmtilegt finnum bara hvernig hellist yfir því Þetta er mikil gæði í skólanum, þetta er mikil hefð þarna fyrir íþróttum Þú ert valinn í nýliði ársins þannig að það svolítið undirstrikar hversu góðan árangur þú hefur verið að ná þarna úti Já, mér varst það algjör, það var svona rúsinaði pilsöndanum Ég vann mitt svæðismeistaramót sem að kom mér smá óvart en átti bara mjög gott mót og var mjög sáttur með það en og svo kom hérna landsmeistaramótið, lenti í öðru sæti þar Jú, skellur en ég var upplitið í fyrsta sinn og ákvað að taka þetta bara sem góðri reynslu og koma sterkari inn á næsta ári en
það sem sat alltaf í mér, sko, ég veit ég get gert betur og það er svona var ég ekki alveg nóg sáttur alltaf, ég vildi svona, ég vil alltaf aðeins meira og maður finnur það með þessum gæðum, hún verður svo húgt á gæðanum, hún vilt alltaf meira, þetta bara eins og eitthvað efni, sko, hún bara vilt meira, sem geggjað, sko. Þannig þessi stóri munur á sko Íslandi og því að vera úti að það er alltaf einhver annar sem tilbúin að taka fram úr þér ef að þú ert ekki á tánum. Já, 100% sko, akkurat, þú veist, ef að þú leggur eitthvað aðeins minna æfingun heldur næstum maður, þá getur bara hrættur að taki þér pláss, sko. Þannig að það er alls ekki sjálfsagt að komast inn á öll mótin, eins og okkar mót, þá líklega fór bara helmingurinn að liðinu, það sem bara sumir komist ekki, sko. En svo komum við aftur inn á það hvað mikið gæði, þú veist, þessi sem komist ekki inn, þeir kannski náðu lágmarkinu. En við erum bara með svo marga í liðinu sem náðu lágmarkinu, sem er betur en þeir. Já. Þannig að þú þarft að gera betur heldur en lágmarki til að komast þarna á móti, sem er sem að ýtir öllum náttúrulega miklu lengra en myndi annars fara, sko. Hérna heima, það bara keppir á öllum mótum og... Já, svolítið, sko, það er svolítið svona að tekið rólega bara, en auðvitað er rosalega góð samkeppni hérna heima líka. Það eru 2 strákar Ísak, Óli og Benjamin, báðir mjög góð vinir mér í þraut og sem eru hörkugóður og náðu betri árangur en ég heim í dag. En þeir eru eldri, þannig ég ætla að gefa mig það ég eigi smá á þá, en ég veit alltaf hvað þeir eru bara að gera. Ég veit alveg, ég veit hvernig hann er búinn að vera að æfa, ég veit hvernig hann er búinn að vera að keppa, ég veit hvað hann er að fara að gera, og ég veit líka hvað ég er að fara að gera, þannig að þetta svona spennan einhvern veginn tekin úr, sko. Og það var svolítið gaman svolítið því ég er búinn að vera í þessu svolítið lengi í sportinu síðan ég var haldið 6 ára og þegar ég kom inn út og þá fann ég bara skítstressaður fyrir mótið og ég bara, hvað er að gerast? Ég hef bara aldrei verið svona áður og bara síðan ég var lítill og þetta var ekki svona hrættu stressaður, þetta var meira svona ég þarf að sýna hvað ég þarf að gera, sko. Ég þarf að mæta vinnuna, sko. Ég þarf að gera það og það er líka bara yndisleg tilfinning sem var svona þú veist bara hvort það fara að gera gott. Þú veist, ef þú mætir, þú ert búinn að æfa vel, mætir í góðu formi, veist hvað þú búinn að vera að gera, finnur þetta stress, sér síðan alla vinniðina hann að vera peppað áfram. Það er bara allar ágjur heimsins eru farnar, sko. Þú ert bara að njóta þinn hann, sko. Og þannig þú í raun að þá hugsa bara þig og þitt plan, þú ert hættur að hugsa svo mikið andstæðingin sem þú þekkir ekki neitt og veist ekki hver að því hann er ekki Ísak. Algjörlega, sko, algjörlega. En svo er náttúrulega annað sem mér finnst mjög mikilvægt í þraut að þú mátt ekki festa það svo mikið á hvað aðrir eru að gera. Þú veist, ef að kannski næsti maður sem hún veist er góður, hann átti kannski lélega grein og þá er þið að fara í næstu grein, þá máttu ekki slaka á af því hann átti lélega grein. Þú verður bara að halda áfram að gera þið besta. Já. En ef hann til dæmis átti mjög góða grein, þá mátti ekki vera stressaður, hann er að vinna mig, hvað hefur að gera? Þú veist, maður verður bara að gera sitt og svo eftir 7 greinar, þá verður stíðin tengið saman, sést hver vinnur. Þetta er ekki Mér finnst gott að hugsa þetta sem þetta er ekki flókisport, en erfitt. Akkurat. Þannig að þú ert bara að leggja inn vinnu og þá komum við aftur inn á það, þú veist, ef þú ert búin að leggja inn nógu mikla vinnu, þá þarftu ekki að hafa henni ágjör á næsta manni, sko. Þá ferðu bara í startblokkinar og veist þú ert að fara að hlaupa hratt. Ok, það er enginn að fara að vinna mig í dag, sko. Þú fer bara neglir á þetta, sko. Við skuldum smá auglýsingar, við ætlum að kíkja yfir í örstutt hlé núna og höldum síðan áfram eftir þess. Taktikinn er í boði Jakko og UMFI. Let's go. Við höldum áfram hérna í taktíkinni, hann er hjá mér hérna, Gunnar Eyjólfsson. Gunnar, ef þú ferð kannski aðeins yfir þetta ferðalag þitt þarna út og hvernig þetta er, sko, hvað tekur á móti þér, hvernig er námið þarna úti og hvernig er æfingaaðstaðan? Já, sko, ég er nú ekki stoltur af því, en ég var svona smá lélugur í að verða mér hérna námsvísa sem að ég þurfti mikið. En það er alltaf gaman að segja frá því svona eftir á að ég fékk sem sagt þetta námsmannavísa á 50 degi og flug út á laugardegi. Já. Þannig að þetta var mjög tæpt svona allt saman til að byrja með. En ég kem hann út og það er svona hefða með að búa heima þess fyrsta ári, þannig ég ákvað að taka það bara líka. Og skráði mig í braut sem heitir Art and Science. Ég hef ekki fundið neina íslensk nafn yfir það, en listir og vísindi. Já. Þannig að það var svona ótrúlega opið og gæti svona vanlega bara blanda í póka hvað að læra. Þannig að ég var ekki viss hvað en ég blandaði bara í póka og sjá hvað gerist og maður svona venjast að vera í tíma á ensku og sjá hvernig það er og svona og kynnast náminu betur.
En fljótlega eftir ég byrjaði því þá komst ég að því með að góða í tölvunarfræði og skipti einmitt áramótin og já, það var í raun ég aðlagðist bara eiginlega mér varst ég gera á fljótt sko ég veit ekki alveg hvernig að það gekk svo vel upp sko ég var alltaf smeykuð við það að vera í ensku, tíma á ensku en svo ég kann alveg ensku, ég fór bara í tíma þannig að það var eiginlega minni breyting en í bjóst við, það sem ég reyni að segja. En eins og þetta nám þarna úti, sko, þú ert í raun þá bæði að stunda íþróttina og þú ert að ná þér í menntun í leiðinni. Þetta er eitthvað sem er kannski erfiðar að gera hérna heima. Það er allavega, þetta er ekki kannski undir sama hatti, þú ert þá annarkvort í háskóla og svo íþróttafélagi með því, þannig að þarna færðu blönda bæði. Já, algjörlega, sko, það er einmitt það sem heillaði mig við að fara út að fara í þannig umhverfi að sem allt er á sama stað, en til dæmis ef þú ert hérna heima þá verði í skólann í HÍ eða HR eða hvað sem er og síðan fyrir æfingum kvöldi og þessi tveir hlutir vinna ekkert saman endilega, geti gert það og það er unni erfiðar að kannski ráðstafa tíma sínum og kannski kemur minna í verk og meiri áhyggjur, að koma milli staða og svo er þetta kannski vinna langt æfingu, ég vil kvöldæfingar og því að flestir eru með kvöldæfingar og hvað ætlar að búa í matinn alls konar óþarfa áhyggjur sem maður þarf ekki að hafa ég fór í skólan eftir skólan fór í æfingu svo er mötuneytið bara allt á sama stað sko. Og bara ótrúlega næs rútína ef ég var hreinskilinn sko. Maður hugsaði þetta sko fyrir afreiðs íþróttamenn, þetta er alltaf ósakjöld staða, þú þarft í raun að velja oft annarkvort sportið eða námið eða þá að ég þarf að leggja minni áherslu á námið heldur en sportið af því að þú vilt gera bæði einhver tíma líkur íþróttaferðinum eða þú ert alltaf ekki á hátindinum og þá þarfst að leita í eitthvað annað. Algjörlega sammála sko og þetta er mikið umræðum síðustu mánuði bara og það er ótrúlega mikið af afreiðsfólki á Íslandi í frjálsum bara hellingur sem eru kannski búa margir fyrir sunnan og eru jafnvel í basli en þau redda sér, við kunnum að redda okkur en einmitt sko, það er ótrúlega margir góðir sem eru í baslæðina kannski bara fá sponsa eða eitthvað svoleiðis og sem er eiginlega svolítið mikilvægt þegar þú ætlar að reyna að leggja áherslu á bæði nám og skóla nám og íþrótt og og það einhvern veginn hefur alltaf verið svolítið þvingað finnst mér að fyrir frjálsíþróttafólk að ná sig í styrki eða annað sko auðvitað er þetta núti en það er bara að fara að vinna maður þarf að vinna virkilega í því til þess að ná sig í styrki sko en já, aftur mjög sammála bara það getur verið mjög erfitt fyrir fólk að vera 110% í íþróttinu sinni og reyna að stunda námið sko en einmitt þarna úti er þetta miklu auðveldara og þetta bara flæðir einhvern veginn bara vel og já, það er bara snill sko. En þín saga mitt, þú kannski ert ekki eiga þitt besta tímabil þarna áður og ferð út skiptir einhverju máli þar að það ertu að kannski fylgja vinunum það er framhaldsskóli sem þú kannski ekki fá miklar einingar fyrir íþróttina þína umhverju var kannski bara ekki heldur alveg nógu gott. Já, en það ég getum kennt sjálfur mér það sko, ég setti mig bara í þau spór sjálfur sko, ég fór að vinna á lager 9 tíma á dag eða eitthvað vakna á morgnana, fyrir á lager 9 tíma og fyrir svo æfingu þú búum bara alla orkuna og nennir engu og ég flutti suður í 1 ár eftir menntaskólan til þess að, fyrst og fremst til þess að æfa sko, til betra aðstæður og fleiri þjálfara og bara vinir mínir sem voru að æfa þar og betri umgjörð ég veit ekki, svo þarna er ég 20 ára kannski ég myndi áttum á því hvort ég vilji fara út eða vilji bara slaka á og eftir ég átti lélegt season og þá átti ég með að ég vil ekki slaka á ég vil eiga gott season þannig að þá var maður svona 100% tilbúin í að ég veit hvernig fer ef ég stend mig ekki, ef ég legg ekki vinnuna þá veit ég hvernig fer og mér finnst ekki gaman að starta bíla en nú ætlum ég að prófa að leggja allt sem ég get inn og sjá hvað gerist þannig endur við hér sko. Já, en þú þarft að vinna líka með þessu því það er ekkit miklu peningar eða þeir allavega streyma ekkit inn til þín í þessu sporti. Ég kannski ekki alveg í frálsum fyrir peningana, þeir streyma ekki þar inn sko, eins og gullega sko. En það sem þetta er bara það sem ég er skemmtilegast að gera og mjög ótrúlega margar góða minningar sem ég á er á vellinum og það eru ekki metnar í peningum, þannig séð sko. Og maður getur bara að borga þetta seinna sko. En það er nú samt svolítið kannski að þú komir hérna út og svo kemur þessi skemmtilega alheimsfaraldur sem að setja svolítið strik í reikningin þetta kemur ekkert á skemmtilegum tíma? Nei, alls ekki sko, en það sem við vorum heppin í Kanada með Bandaríkjafólki að við náðum að klára seasonu okkar ég held að COVID-faraldurinn brast á viku eftir
að við náðum að klára síðan en þá voru flestir í Bandaríkjunum ekki búnir, kannski bara hálfnaðir jafnvel og það var rosalega leiðilegt fyrir þau sérstaklega margir sem síðast ári að reyna að ná kannski einhverjum lágmörkum og missa tækifæri en þetta að hafa áhrif á alla saman hver eftir heiminum þannig að maður getur svona ekki vorkennt sjálfur sér en ég ætti reyndar að vera í sólinni í Flórída núna í æfingabúðum en við tökum bara þess að við fáum og getum ekki kvartað yfir því sko. Og hugsaðu þetta bara eins og tímabili, slæma tímabili sem áttir eða gott tímabili eftir því? Algjörlega sko, það svona sem að vil minna fólk á þó að séu slæmi tímar og þá koma betri eftir það saman hvort þú sést í íþróttum eða vinnu eða bara hvað þú ert að gera ef þú ert að slæma tíma þá kemur betri tímar en kannski þarf þetta að leggja inn hellingsvinnu en þá veistu það bara og verður að leggja inn þessa vinnu og þá færðu eitthvað tilbaka. Já. Það bara svolítið sem að vinna skilur sko. En þarna úti þetta náttúrulega allt miklu stærra og meira, það eru fleiri sem búa þarna, það meiri sérhæfing, önnur nálgun kannski á þjálfuna því það eru bara vist margir þjálfarar sem eru hérna heima og fámenni skilar því. Ef þú ferð aðeins yfir sko, þetta teymi sem að heldur utan um því þarna á æfingum úti, hvernig er það? Já, fyrst og fremst bara það eru margir góði þjálfarar hérna heima í Íslandi, það verður ekki tekið af þeim, en kannski einn þjálfari að fá 30 iðkendur til sín sem að getur verið mjög erfitt en eins og þannig úti þá er ég með hvern einasta þjálfari í hverri grein ég með einn í langstöki, ég með einn í köstunum mínum einn í hástöki, einn í stangustökk einn í sprettbílhlaupunum mínum og einn í langhlaupunum mínum það er einhvern veginn bara og þeir eru flest allir frekar ungir þannig að þeir eru mjög margir komið með nýjar innsýnir inn í íþróttina sem að mér finnst oft vanta og þeir eru að prófa svo mikið af nýjum hlutum þeir veita að þeir eru með fólk sem gengur vel þeir veita að þeir eru með fólk sem að fer eftir sem þeir segja og treysta þeim þannig að þeir eru ofta svona að prófa þessu áfram hvað ef við gerum þetta, hvað ef við gerum hitt og hvernig virkar þetta og bara flest allir í ár þau stóðu svo ótrúlega vel og í rauninni sko það sem er líka aðeinslegt við þetta hvers sem þú ferð, til hvaða þjálfari sem þú ferð og leitar aðstofar í hverju sem þeir eru alltaf til að hjálpa þér og þú getur alveg farið til spjallistjálfarinn og spurt hvað er komin í matinn eða hvernig aðeingin er í dag skilur og getur verið alveg frá því reynsi og annað sem að mér fannst og finnst ótrúlega mikilvægt í þjálfun að ef ég er að gera eitthvað skrítið eða gengur ekki vel eða gengur vel eða hvað sem þá get ég spurt þjálfarann af hverju er ég að gera þetta af hverju er ég að gera þessa æfingu eða af hverju ætlum að keppa núna eða af hverju ætlum ekki að keppa núna og þeir eru alltaf með mjög góð rök sem þú ert yfirleitt sammála auðvitað getur þú rökrætt við þjálfarann og yfir ýmsu en sem maður hefur alveg gert líka en yfirleitt komist það bestu niðurstöðu sem er best fyrir þig og einhvern veginn ef þú ert með þjálfari sem eru leggja sig 100% fram í að hjálpa þér og ég er ekki að segja að þjálfarinn heima gera ekki með bara þú ert með svona marga þjálfara að hjálpa þér það er bara þú var næstu bara svona ég veit ekki, bara getur ekki lýst því sko. Já, það er svo mikið undir að margir sem út að bregðast þú ert ekki standað yfir. Nákvæmlega sko, það kemur inn á stressi sko, maður kemur inn á móti og bara þeir eru búin að leggja inn þennan tíma í þetta, ég get ekki verið að bregðast núna sko. Nei. En svo náttúrulega það eru sjúkraþjálfarar, kírópraktarar, það eru margir líka sem eru ekki bara beint þjálfarar. Já, það eru náttúrulega bara umgjörn í kringum þetta er bara svo rosalega góð og næstu bara atvinnu umhverfi. Ef þú vantar sjúkraþjálfarar þá er hann annarkot á hliðarlínunni eða þú fær tíma daginn eftir eða kírópraktor eða íþróttasálfræðing eða hvað sem er. Það eru allir til staðar fyrir þig, bara að leita eftir því og samkvæmt þessi þjálfarar eða aðrir sérhæfðir sjúkraþjálfarar eða í öðrum geirum og sem að maður kannski svona svo skrítnasta var sko að nýta sér þetta maður var svo óvanur maður bara, má ég nýta mér alla þessa aðstöðu má ég þetta og maður var kannski ekki alveg viss bara og svolítið skrítið og svona sjokkarandi að koma út og það er allt til alls maður getur ekki kvartað sko. Þannig og svo bætist ofan að það þessi umfjöllun eins og talar sko, hún er ekkert sérlega mikil fyrir frjálsir hérna heima. Nei, alls ekki. Það þetta komið með sko útsendingar og lýsa og fullt af fólki sem er að sýna þér áhuga. Og það er mér sko, kom bara mjög óvart eins og á svæðismeistaramótum og landsmeistaramótum þau eru öll bara sjónvarpað og lýst sko og maður er mjög óvanur því en sem er bara spennandi og skemmtilegt og maður kannski getur leyft sér að vera með ekki stæla en reynt að vera með svona smá sjó skilur ef maður veit maður að gera vel og maður veit einhver að horfa og þú veist kannski mamma og pappi að horfa heima í stofu í Íslandi skilur og þá getur maður alveg þetta gefur mann svo mikla orku það er sér að segja og þú einhvern veginn sko fyllist bara að einhverju bæði spennu og gleði og
bara til í allt sko. Já. Verður ekki skrítið að koma heim og keppa mótum og þetta vantar? Já, það verður bara komið ljós sko, hann ætlaði búið að fresta öllu mótu núna sko, ég átti að vera að lendi Finnlands í 2000 mótar, Norrlandamót U23 núna í júní, þetta ég var að fresta, sem er kannski fyrir bestu, ég er búin að vera að glíma smá meiðsl eftir að ég kláraði tímabil úti, þannig að fókusin nummer hjá mér 1, 2 og 3 núna er bara að vera heill og vonandi keppa í ágúst þegar það verður eitthvað mót sko. Lítur þú að gaman samt að koma líka svo heim og keppa við strákana hérna og sína hvað þú hefur lært að núti? Jú, það er alltaf gaman sko og sérstaklega þeim voru svona strákar sem voru kannski lengra frá mann í einhverju greinum og nú er ég búinn að ná þeim eins og langstökki, ég átti til dæmis 6.74 fyrir þetta mót, róstökki 7.06 ég sleppti hann einhverjum 30 cm og það fleytti mér bara mjög langt, ég held ég annað lengsta stökk Íslendings í ár og 1 cm reynda bara frá næsta sko og það er einmitt, ég er ennþá að trúa því og nú veit ég get ekki komið heim og sýnt öllum þetta, skilur ég er svona, það er líka svona ákveðin orka sem ég fæði því bara þau vita hvað ég gerði nú þarf bara að gera betur og jú, þetta verður skrítið að keppa í íslensk umhverfi en ég er nú bara búin að vera 1 ár úti og get nú ekki sagt að ég er svona útlenskur sko ég veit alveg hvernig það virkar hérna heima og það verður bara gaman sko það er alltaf gaman að koma heim. En þetta er mitt svo hvetjandi frásögn líka fyrir þá sem er að horfa eða hlusta að sko geta nýtt sér íþróttina á þennan hátt að nýta sér til þess að fara út í betra umhverfi í menntun með því í staðin fyrir að þú ert alltaf komin í allt aðra átt tíma. Já, 100% sko og ég bara hvet sem flesta sem vilja og reyna að fylgja allavega sínum draumum og ég get alveg verið hreinskilinn, ég var ekkert viss að ég vildi fara út á þessum föstudegi, daginn árin ég fór út það var bara svolítið, við prófum bara sjá hvað gerist, og það er ekkert að því það er alltaf að prófa, mistakast ok, þú prófar allavega en ef þú slepptir að fara, þá veistu ekki eins og hvað hefðu getað náð sem að mér fannst svolítið mikilvægt að ég myndi gera sérstaklega að ég var ekki viss hvað mér langaði að gera og það er verið synd að sóa því sko sérstaklega að ég var með þetta tækifæri og hann að ef fólk hefur áhuga á að gera eitthvað sem það sé að reyna að segja er að ef það fær tækifæri til þess að gera eitthvað sem er langar kannski að gera frekar að prófa og koma stæði langar ekki að gera þetta frekar en að sleppa því að prófa þetta og veit aldrei hvað hefði getið gerst sko það kannski hefði bara fleiktir áfram sko. Gunnar, takk hérlega fyrir að koma í settið og segja okkur þín Takk fyrir að koma. Takk fyrir áhorfið, kæru áhorfendur það er alltaf hægt að ná þáttunum á YouTube, Facebook og n4.is ef það er mistað þetta og síðan er alltaf hægt að hlusta líka á podcasti. Við sjáumst í næstu. Taktikinn er í boði Jakko og UMFI.